Þá erum komin í dag að forgangsbiðröðum. Við ætlum að nota tækifærið að læra hérna eina röðunaðferð í viðbót, hrúguröðun, og í tengslu við hana þá er þessi mjög svo áhugaverða gagnagrind sem kallast hrúga, sem útfærir abstrakt gagnagrindina forgangsbiðröð. Í forgangsbiðröð þá viljum við geta einfaldlega bætt stökum við biðröð og eytt út stökum, en í þessu tilfelli viljum við geta eytt út því staki sem hefur hæstan forgang. Við höfum séð ýmsar svona safn gagnagrindur eins og stafla og biðröð, og þá það ferða eftir ákveðna reglu hvaða stök við eyðum út. En það má segja að þetta sé ákveðin forgangsbiðröð sé svona útvíkkun af þessu hugtaki, og hérna leyfum við hvaða gildi sem kemur með stakinu. Ef þetta hefði verið, að gildin og stökunum hefði verið rauninni tími sem þú eru settið inn, þá erum við rauninni að útfæra stafla. Þannig að það fer út það sem hefur hæstan tíma, sem sagt þann sem fór síðast inn í biðröðin. En almennt talað getum við hafa það þannig að það engin sérstök fyrirfram gefin röð á þeim gildum sem koma inn og út úr biðröðinni. Hérna á dæmi kemur inn stak P, Q og E, og ef við síðan gerum delete max, þá það gildið af þessum sem hefur stærsta gildið. Það sé stakið Q. Svo bætum við hérna þremur í viðbót. Og þá í biðröðinni P, E, X, A, M, og það þá X-ið sem hefur stærsta gildið, svo framvegis. Þannig að við erum raun að biðja einfalda abstrakt gagnagrind sem heitir forgangsbiðröð, eða priority queue. Við viljum geta tekið gögn á hvaða tagi sem svo lengi sem það eru sambæranleg, hafa útfært þessu comparable skil. Við viljum geta gert insert, sett inn stök og eytt út stökum, og eytt út á því staki sem með hæsta gildið. Til viðbótir viljum geta kannað hvort að biðröðin sé orðin tóm. Og þetta raunin alltaf sumt. Einfalt og snyrtilegt. Við getum örugglega hugsað upp einfalda leið til þess að geyma þetta, eða framkvæma þetta. Þetta kemur við sögu ótrúlega mörgum stöðum. Telja upp hérna ýmsu svið. Gervigreind til dæmis, það þessi fræga A-stjarna leitaraðferð sem gengur út á það að þú ætlar að reyna að finna einhverja, þú ert til dæmis að leika einhvern leik, til dæmis skák, og þú ætlar að kanna betur hvað ef ég leik nú þennan leik. En hvað af þessum mögulegum stöðum sem þú ert búin að kanna átt að fara að kanna frekar? Átt að leita dýpt fyrst, þar sé að fara alltaf neðar, eða allar að gera svona breytt fyrst, skoða alla mögulega leikir sem þið getur gert, og út frá þeim, alla mögulega leikir út frá þeim. Það er alltaf margir mögulega leikir, og þess vegna eru þau með svona leitaraðferðir sem byggjast í því að þau skoða betur þær stöður sem eru líklegasta til að skila árangri. Og þá getum við litið svo á að við séum með safn af stöðum sem hafa ákveðin forgang, forgangurinn þá hversu góð staðan, hversu líklegt að þessi leið skilja árangri. Og það þá nauðsynlegt að geta akkurat flett upp til þess að leita næstu stöðu til þess að skoða frekar, geta fundið hvaða staðan er best. Við komum reynda til með líka að sjá þetta seinni í námskeiðinu þegar við skoðum hérna svokallaða aðferð PRIMS fyrir minnstu spantri, og ég held við komumst líka í hérna gagnaþjöppunina þegar við skoðum hérna aðferð Huffman-kóðun. Og seinni tímanu ætla ég að sjá dæmi þetta í svona hermun. Hérna þá dæmi notanda, og hérna ein notkunin, það að finna svo heavy hitters. Það þau stök í gögnunum sem hafa hvað mest vægi. Og dæmið þetta væri til dæmis í einhvers konar fjármálakerfum. Þú vilt einbeita þér að þeim gögnum sem hafa mesta dollarupphæð. Það þau sem skiptir mesta máli, ekki satt.
ef það eitthvað svindl í gangi, þá viltu geta forðast þau. Og þannig að þá viltu halda utan þær færslur sem hafa mest heildarvægi. Eða þú ætlar að fara í gegnum eitthvað safn af skrám og gögnum, taka til þar. Það skiptir náttúrulega mestu máli að geta tekið til það sem tekur mest plássið. Þannig að það er eðlilegt að finna þar skrá sem eru stærstar. En hugmyndin með þess svo að oft það þannig að við viljum geta farið í gegnum mikið magn af gögnum án þess að geta endilega geymt öll gögnin. Ef við getum geymt það, þá er þetta mjög auðvelt að bara röða þeim, málið dautt. En oftar það þannig að þetta er svo stór straumur, við viljum geta bara haldið utan eftir jafnvel þó taki stöðugt breytingum. Þá hérna dæmi, hérna einhverjir frægir stærðfræðingar greinilega, tímasetningar og upphæðir. Það það upphæðirnar sem á að halda utan á þessum færslum og eftir situr hérna topp 5 færslur, eru þessar hér 5 sem það sem að þeir eru þessi stóru upphæðir sem eru það sem að við vorum að finna. Ok. Og þetta er mjög algengt fyrirbæri að við viljum akkurat, við erum þá rauninni að leyfa það að gögnin sé ekki endilega tilbúin þegar þau eru rauninni dýnamísk. Þetta væri þá kóðinn fyrir þennan client, búin til nýja gagnagrind sem geymir stökatænu transaction eða færsla og síðan lesum við inn færslunar hérna frá standardinn. Lesum þeir inn sem færslur, setjum inn í gagnagrindina og ef stærðin á gagnagrindinu nú er orðið meiri heldur en M, eða fjöldi færslunar er orðið meiri en M, að þá eyðum út færsluna. Þá er þetta leið til að kanna hvort að þetta sé eitt af þessum M stærstu færslum sem hafa komið hingað til. Og þá sjáum við að hvað þurfum við mikið pláss fyrir þetta? Jú, við erum aldrei að halda utan meira heldur en M plus 1 færslu. Þannig að það er réttur hlutfalli við M. Þá getum við borið þetta saman við mögulegar aðferðir til þess að leysa þetta. Ef við notum röðun, þá tökum við n log n tíma, en aftur þá þurfum við pláss í rétt hlutfalli við n. Ef við notum einfalda gagnagrind fyrir svona forgangsbyrðröð, til þetta óraðaðan lista, geymum bara alltaf þau stök sem eru mest M-gildin, án þess að fylgja nýtt eftir frekar. Og þá þurfum við M tíma til þess að fletta út alltaf við hvert skipti, ok, hvaða staki á ég henda núna? Þannig fyrir hvert stak sem ég lesið inn, þá er ég að taka M tíma, þannig að heildarkostnaðurinn er þá M sinnum N. En plássið er núna komið yfir í M. Eftir M er fjöldi þessa stóru staka sem vil geyma, N er fjöldi stærðin á straumnum. Og hérna er M miklu minna heldur en N. En hugsanlega getur M samt sem vera tiltölulega stór tala. Þannig að þetta er ekki einfald aðferð. Það sem við ætlum að sjá hérna er hvernig við getum gert þetta ennþá skilvirkar. Þannig að við erum með náum hverri aðgerðinir í log M tíma. Það var þetta ákveðið trace á þetta. Hérna það er svona tvær einfaldar útfærslur til þess að útfæra þetta. Það er að geyma bara óraðan lista af þeim stökum sem eru með stærstu gildin. Og ef við fáum þá viljum bæta staki við, það er mjög auðvelt, bara setja inn. En ef við ætlum að eyða staki út, þá þurfum við að fara í gegnum all stökin til þess að tékka á því, ok, hvert er með stærsta gildin eða minnsta gildin. Það ekki eftir hérna, þessu dæmi hérna þá erum við að vinna með min priority queue. Það er að nú röðum við stökunum eftir minnsta gildi.
Það vegna þess að við viljum alltaf eyða því staki sem er minnsta gildið af þeim sem eftir eru. Þá situr eftir stökin sem eru með hæsta gildið. Og minn biðröð og max biðröð eru nákvæmlega eins, það bara formerkið sem mismunandi, sem maður segja. Hvort þú notar minnin eða stærrin. Hinn útgáfan að nota raðafylki, geyma bara alltaf þessi stærstu M-stök og þegar við síðan til þess að eyða út minnsta tækinu, tökum við bara fremsta tækið. Ef það er stærsta tækið, tökum við aftasta tækið. En hins vegar ef við ætlum að bæta þið við núna, þá þurfum við að setja það á réttan stað. Og það tekur þá aftur línulegan tíma. Ég hérna þá dæmi hérna framkvæmda á þessa. Geymum hérna óraða fylki, tökum inn P, Q og E, þannig að fylki lítur þá svona út eftir það. Síðan gerum við remove max, þá finnum við þetta stærsta gildi, þurfum þá að færa það til restina af stökunum. Bætum við XAM, aftur finnum við stærsta gildi þegar hér hliðrum hinum tveim stökunum 1. Bætum við PLE, finnum stærsta staki sem getur verið þetta fyrsta, öll hin færast á niður á við. Hin leiðirinn að hafa þetta alltaf við réttir röð, þá fáum við P, ok, síðan Q, það kemur aftast, E kemur fremst, þannig að aftur þurfum við að hliðra hinum til að koma því fyrir. En núna til þess að eyða út stærsta gildinu, þá er það mjög auðvelt, tökum bara aftasta gildinu. Setjum X, A og M á réttan stað, eyðum stærsta gildinu, þetta er bara aftasta gildið. Og svo framvegis, getur bara eytt alltaf aftasta gildinu. Það kemur út á sama tímaflækinu, já. Það er að hér, eins og við sjáum hérna, rétt bráðum, ef við erum með óraðafylki er auðvelt að setja inn í það, en það er dýrt að taka út úr því. Ef við erum með raðafylki, þá er auðvelt að taka út úr því, en það er dýrt að setja inn í það. Ef við erum jafn margar insert og delete aðgerðir, sem er líklegt, þá kemur þetta út á eitt. En það er bara í þeim tilfellum sem við erum með mikið af insert og fá delete. Þá sjáum við, já, ok, það getur verið kostur að nota þetta hérna. Ef við erum að gera afskaplega fá að þessu hér. Og þá er þetta dæmi útfærslu. Þetta er þá útfærsla af hérna, óröðu fylki. Við höldum utanum einfalt fylki og af þessum gildum. Þetta er þá af tæginu, einhverju almennu generic tægi sem útfærir comparable skilin og fjöldastaka sem er í fylkinu. Í smiðunum er það bara búin til þetta fylki. Is empty, það er einfallega spurning hvort að fjöldastaka sé komin niður í 0. Og insert hérna er núna mjög einfalt. Setjum núverandi stak inn í hól númer n og hækkum gildið á n. Del max tekur eins aðeins meiri tíma, af því að þá þurfum við núna að fara í gegnum all stökin til að finna út hvað er þetta gildi sem hefur hæsta gildið. Staki sem hefur hæsta gildið. Finnum það hérna með þessari lykkju, síðan skiptum við á því á aftasta stakinu til þess að síðan geta eitt út af aftasta stakinu og senda tilbaka og lakkaði síðan teljarunum einn. Hérna þurfum við að passa okkur muna eftir þessu loitering. Hangsið. Já, það er þegar þú gleymir að nústilla referens. Akkurat. Þú ert með referensan í fylkinu, það vísar okkur stakið á núna verða rusli, en það verður ekki nema að þú sér búin að nústilla bendin. Þetta er einföld út af þannig að það sem við áhuga að gera er að ná þessu niður í betri tímaflækju. Við viljum komast úr þessari línuleg tímaflækju niður í eitthvað lítið. Það er útilokað að ná báðum aðgerðum niður í konstant tíma, en við erum samt balansera tímaflækjunum milli þessara tveggja. Það sem við getum gert er að komast niður í logaritmískan tíma. Eins og við vitið, munurinn á línulegt og logaritmist er geipilegur. Bara til að... Hvernig vitum við að það er bendir? Hvað? Í kóðunum? Já. Hvar segirðu? Alla það sem þú varst að tala um að nústilla. Þetta hérna niðri, já.
Sko, við erum með þetta fylki hér og stökinu geymdi hérna frá 0 upp í n-1, ekki satt. Og það sem er í þessu er að þetta eru bendir á einhver stök, ekki satt. Þetta eru stök að tiny key. Þannig að key er þá einhvers konar hlutur sem þessi tilvísun vísar á. Okay. Ef ég skila þessum gildi tilbaka, þá er það bara að skila þessum vísi hérna, þessari tilvísun. Og síðan minnka ég hérna gildið með. En málið er að ég kem síðan kannski til að nota þennan hlut eitthvað, svo hætti ég að nota hann og allar síðan að bara cancela þessum bendi, en þá er þessi bendir hérna ennþá til áfram. Þar með hverfur ekki hluturinn, hann verður áfram til sem rusl. Hann verður ekki orðin að rusli, hann verður ennþá lifandi. Það er það sem við ætlum að forðast, það er það sem kallar þetta hangs. All right. Ég er hérna með smá léttmeti til þess að brjóta upp tímun. Kannastu við þennan nága? Nei. Akkurat, þetta voru marksbræðirnir sem voru hvenær? Já, akkurat. Þeir voru einhvern tímann fyrir stríð. Þeir voru 3, held ég, eða 4 og þessi var nú þeirra gáðasti. Mér liggur margt eftir hann og margt mjög gott. Eins og þessi. Man does not control his own fate. The women in his life do that for him. I intend to live forever or die trying. Og þessi mjög góður. I've had a perfectly wonderful evening, but this was not it. Það var nú komin að hrúanum. Við ætlum að skoða hérna 10. hrúu. Hugmyndin er svo að geyma gögnin í 10. tré. Ups. Þannig að viðhalda þessu sem svona fullu og þar með vel þjöppuðu 10. tré. Og málið er að ef þetta er fullt 10. tré, þá er hæðin akkurat logaritmísk. Vegna þess að fjöldi staka á hverju lagi fyrir sig tvöfaldast. Og ef við getum náð því að kostnaður sé réttir hlutfallið hæðin á trénu, þá er málið leyst. Þannig að það er það sem við viljum viðhalda, að þetta sé fullt tré og það með þess að vera á þessu ákveðna formi, þar sem að þetta er fullt alveg niður að neðsta laginu og neðsta lagið, þar eru hnútarnir í raðarunni frá vinstri til hægri. Þannig að þeir byrja hér og enda síðan á einhverjum punkti hér á þessu síðasta lagi. Þannig að allt fyrir utan þetta neðsta lag, þá eru öll hinn lögin alveg fullnotuð. Það tryggir það að tímaflækjan sé logaritmísk. Hérna er gott dæmi náttúrunni. Hyphaenea compressa. Þetta er eitthvað pálmatré sem greinilega splitta sér upp eins og 10. tré. Og það er hérna 1, 2, 3, 4 splittanir. Þannig að þetta eru 16 greinar upp á táknum. Ég held að það sé nú algengar að við sjáum Fibonacci-tölur í náttúrunni, en gaman að sjá þessa hér líka. Þetta er sem sagt planið. Við ætlum að viðhalda þessu tré í rauninni í fylki. Þannig að þau eru öll geymd í fylkinu, en fylkið hefur síðan samsvörun sem ákveðið tré, sem fullt 10. tré. Og það sparar okkur alla þessa linka til að tengja saman foreldra og börn. Þannig að plássið er rauninni algjört lágmark.
og það líka mjög auðvelt að fara fram og tilbaka í trénu. En við finnum við förum fram og tilbaka með því að nota númeringuna á þessum hnútum. Og hnútarnir í tvíundatrénu eru númerið svona level order. Við byrjum með rótinu númer 1, börn hennar númer 2 og 3 og síðan börn þeirra eru í röð frá vinstri til hægri, 4, 5, 6, 7. Börnin í næsta lagi eru 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og svo framvegis. Og við kallum þetta heap order binary, það þýðir það að lykillinn á hnút allavega eins mikill eins og lykillinn á börnum þess hnúts. Til að mynda hérna. T allavega, ef þetta allt mismöndi þá það meira en, T stærri heldur en S og R. S stærri en P og N stærri en H og G. Hnútur þá með minna gildi heldur en foreldrarnas. R með minni gildi en T, S minni T og svo framvegis. Þetta það sem kallumst hrúuröðun á fylki. Og fylki samsvarar 3. Og þá hefum við þessa virkilega snyrtilegu gagnagrein sem notar plássið á sem besta mögulega hátt. Hvernig finnum við út í því, ef við erum í einhverjum hnút, hvernig finnum við hvað börn hann með? Hvar finnum við börnin hans? Já, hvernig fer ég það? Ég raunir bara staðsettur hérna hnútum sko, í trénu, til að mynda hérna með hnútin númer 5. Hvaða börn á hann? Hann á börn númer 10 og 11. Meðan að foreldrarnas í hnútum stæki númer 2. Tvöföldum með þetta númer á. Akkurat, ef ég með K hérna, þá það 2K fyrir hnúturinn og 2K plus 1 seinni hnútur. Og þá til að fara í hin áttina, til að fara upp á við, það einfalt að teki bara helminga með heiltölu deilingu. Þannig að þetta trikkin. Við finnum foreldrið með því að deila með 2, finnum börnum með því að margfalda með 2 og hugsanlega bæta við 1. Og þá málið að reyna að viðhalda þessu hrúguskilyrði, það að segja að þau uppfylli þessa eiginleika. Hnútur hefur minna gildi heldur en foreldrar hans, eða minna en jafnt og þú með tala. Og það eru til þess notum við 2 einfaldar aðferðir, það kallast swim and sink, sem kallast fljóta upp og sökkva niður. Svona góða fyrst sökkununa, hvernig hún fer fram. Hugmyndin þar svo að ef við erum með hrúgu sem í réttu lagi, allt saman rétt nema það 1 hnútur sem feilar. Af því að hann með ég er ekki að tala um hérna að fljóta upp en ekki að sökkva fyrst. Ef hann með hátt gildi, þá þýðir að hann ætti þá vera ofar í trénu. Hann ætti að fljóta upp að við. Það sem við gerum við skiptum þá bara við hann og foreldrið sitt á staðsetningu. Og að því að foreldrið var að því að restin af trénu var í réttri röð, þá verður foreldrið þá áfram stærra heldur en börnin á 10. En innbyrðis komið lag á samanburðinu milli 10 og P. En svo getum við þurft að halda þessu áfram, T fer upp 1 topp, svo berum við saman foreldrir þar og ef það er líka minni þá heldur hann áfram að ferðast upp til það. Þannig að hann getur þess vegna þurft að fara alveg frá byrjun, frá neðst og alveg fljóta allar neðan upp í rótina. Og þess vegna erum við með þessa einfalda lykkju og lykkju, meðan við erum ekki komin upp í rótina og gildið á foreldrinu minna heldur en gildið mitt, þá ætla ég að svappa við foreldrið, ég og foreldrið sveppum og núna ég komin upp í staðinn fyrir ofan. Ok. En getur við tjekka á því þegar það efst? Já. Það engin ofan í. Nei, akkurat. Af því að
Af því að rótin alltaf í staðsetningu númer 1. Þess sem dugar að prófa þetta. Ef K stærri en 1, þá ég ekki rót. Ok, þetta lykilatriði að ná þessu hugtaki, þetta rauninni trikkið í þessum fyrirlestri. Þetta ekki binary search tree, þetta bara lagskipt í stærð. Akkurat, þetta ekki tvíletartré. Þetta uppfyllir ekki þau skilyrði. Það að segja, það engin sérstök vensli milli systkina eða milli frændsystkina. Og það getur vel verið þannig að einhver sem miklu neðar en þú í trénu, ef hann hinn í fjölskyldunni, að þá getur þess að verið miklu stærri en þú eða miklu minni en þú. Þú veist ekkert það. Þannig að við getum ekkert sagt hvernig tréð vinstra megin og tréð hægra megin, hvernig hnútum það tengist. Það eina sem við vitum að þau eru öll minni heldur en foreldrið. Það mikilvægt að ruglast ekki á þessu. Þeir vísaði þetta bókfræði frá 7. áratugnum. Hafið heyrt þetta Peter Principle. Þetta var í svona organizational theory sem menn voru að útskýra af hverju verða fyrirtæki og stofnanir svona misheppnuð. Það að segja stjórnskipulag verður þannig að þú ert alltaf með vanhafa stjórnendur. Jú, það einfalt vegna þess að ef þú ert með virkilega hæfan mann í sínu jobbi, þá náttúrulega verður hann promótaður, þá fara hann stöðahækkun. Hann fer upp í næsta stað. Ef hann hæfur þar virkilega, þá fer hann upp að við. Þannig menn fara upp að við þar til að þeir eru ekki lengur hæfir. Þess vegna ertu alltaf með vanhafa stjórnendur. Það var síðast dæmið var fellibylurinn Katrína, sem var yfir almannavörnum. Hann var svona einhverjum sem hafði staðið sig svo vel í öllu undir. Svo langsins var hann orðið niður með Já. Þetta líka dæmum góða frasa, beware of what you wish for, because you just might get it. All right, þá það hin reglan. Nei, við erum ekki komin að hin reglunni, við ætlum fyrst að skoða insert. Nú getum við útfært insert á einfaldan hátt. Einfaldlega, það sem við gerum við setjum stakið aftast eða neðst í tréð, sem raunin aftast í fylkinu. Næsta tóma pláss. Þá nú hætti ég sjá mig það fyrir það. Við pásu, við skiptum nú. Við sjá hvað þetta sé ónýtt vatni sem skilur. Það ekki ráðum bara frá hleðslubatteri og hlaða? Já, ég hefði spurt þetta líka. Það húsir annað fyrir svona orkunotkun og spaðorku og svona. Sko, komið. Góða punktur. Det är my problema, så att säga. It's not my problem. Nú getum við útfært insert, við setjum nýja stakið á aftast í fylkið, sem sagt næsta stað í trénu og síðan flýtur það upp að við. Það eina stakið núna sem í hrúinu sem ekki réttum stað og það getur bara farið upp að við. Þannig að það einfaldlega flýtur upp þar til að komið á sinn rétta stað. Insert þá bara þess að tvara aðgerðir. Setjum stakið inn, hækkum gildið á n og framkvæmum svim á það stak. Búið mál. Ok? Og þá hinn aðgerðin, hvað ef þú ert með stak sem ekki of lítið, heldur það of stórt. Þannig að það of stórt miðað við þá börnin. Það þýðir þá að það þarf þá að færast niður á við, það sekkur niður. Og þetta þá útfæran kóðin til þess að láta stök sökkva, til að mynda að þú ert með þetta tré hér og sjáum að það bara H sem uppfyllir ekki þessi hrúguskilyrði, af því að það minna heldur en í þessu tilfelli bæði börnin og þá skiptum við á því við annað barnið
og þá er það áfram í röngu stað, þannig við skiptum að við bad þess þar til að komið á réttan stað. Það náttúrulega að gera sig fyrst en swim, því að ef þú erum 2 börn og þú veist ekki, þannig að það er svona herra lofan byrja að flóta upp, sko, þá fer það skakt við hitt barnið, þannig að þá er það vantarlega synkar fyrst þá. Hvernig veistu þess hvort þú ætti að gera, hvort það fljótt sökkva eða hitta að fljóta upp? Aha. Já, sko, þú getur náttúrulega gert bæði og ef þú reynir að gera synk og það fer ekki neitt, þá gerist ekki neitt. En annars þá flýtur það upp að við. En yfirleitt vitum við hvort það er sem er að gerast. Allavega nýtum við það þannig. Jú, en málið við eigum eftir að útfæra til Delete Max. Þegar við gerum til að útfæra til Delete Max. Og við þurfum þá að skipta við annað hvort barnið. Hvort barnið? Það sem er stærra, já. Akkurat. Þannig við skiptum að við stærra barnið og síðan stærra barn þess ef þarf á, förum eins langt niður eins og þarf á. Nú þurfum við að samfara okkur að þetta virkilega lagi tréð, þetta viðhaldi hrúguskilurinn alls þar annars staðar. Þá dugar rauninni að skoða bara eina breytingu. Ef við framkvæmum þessa skiptingu hér, verður hrúguskilur ennþá í lagi varðandi aðra hnúta. Við sjáum í lokin þá hlýtur að vera í lagi varðandi þennan hnút, verður í lagi gagnvart öðrum hnútum. Og þá er það vegna þess að við uppfyllum þessu reglu að við tókum stærra barnið, þannig að stærra barnið fer núna fyrir ofan minna barnið, þannig að það er þá í réttum stað varðandi öll hin barnabörn þess líka. Þannig að maður þarf að kannski aðeins að spá í það, ok, er allt í lagi þarna? Já, það er allt annað sem er uppfyllt. Kemst háengtum með rétta stað, já, og hjákvæmilega hlýtur að koma að því að það sé ekkert barn sem er stærra en það. Ef það er ekkert barn, þá er það komið eins langt niður sem þarf að vera á. Geti það þurft að fljóta upp á við aftur? Nei, vegna þess að það komst þangað með því að skipta við það sem er núna foreldrið þess. Þannig að hlýtur að duga. Og þá er þetta hérna kóðinn. Við sjáum að þetta hérna er að spyrja, er hnúturinn innri hnútur? Eða er þetta lauf? Á þessu hnútur eitthvað barn. Meðan á eitthvað barn, þá ætlum við að gera þessa samanburði. Og þá er J hérna vísar í, þannig að K núna vísar í þennan hnút okkar. J núna vísar í vinstra barnið, tvisvar K. Hérna athugað, ok, ef hann á líka hægra barn, ef J er minna heldur en N, og ef hægra barnið er stærra heldur en vinstra barnið, þetta er hægra barnið og þetta er vinstra barnið, þá hækkum við J-ið, þannig að þá vísar J í þetta hægra barn. Þannig J vísar núna alltaf í stærra barnið eftir að þessi if-skipun er framkvæmd. Og nú berum við saman gildið í J og gildið í K. Ef K er með minna gildi heldur en þetta stærra barn, ef K er ekki með minna gildi, þá hoppum við út í líkinni. Þannig að ef það er með minna gildi, þá ætlum við að skipta þeim tveimur, þessi exchange-skipun hér, og síðan vísir þá K á þessa staðsetningu hérna. Þannig að við færumst þá niður við. Þannig að þetta er allur kóðinn, þetta eru lykil aðferðirnar tvær, það dugur næstu því að það skilja bara þessar tvær einfalda aðferðir og þá er gagnrýndi komin. Og þá getum við útfært núna Delete Max, hugmyndin er svo að taka rauninni aftasta staki í fylkinu og setja það upp í rótina í staðinn fyrir rótina sem við ætlum að taka út. Og þá er þetta aftasta stak, að því það var aftast, þá er það örugglega ekki á réttum stað að hafa það í rótinni. En það er bara þetta eina stak sem er ekki á réttum stað
þá dugar að láta það sökkva niður. Þannig kemst það réttan stað. Þess vegna erum við með þessu svim og syng. Já. Það séum ekki að svimma einhver miljónstöðu. Þess vegna erum við að nota, þurfum að hafa þessa synkaðferð. Og þetta er einhverju kirkju þessi tilvík. Já, það er reyndar aðra aðgerðir sem við getum hugsanlega vilja útfæra, sem nota það bæði synk eða svim. En maður hefði kannski haldið að það verið lógiskara, af hverju verið að færa þetta upp að við, af hverju veljum við ekki bara stærra barni til þess að láta fara upp að við. Er það ekki lógiskara? Hvaða vandamál koma þá? Já, þá líka hvernig þeirra þetta sem að Það er ekki svo litlu að skekkja á bréfum sem. Lagið fyrir neðan þetta bara stöð mitt lag og það komið úr syngi við innlegg. Já, það akkurat færist, sko, það ruglast til. Maður sér það ekki hérna, segjum að það verður Q hér sem getur gengið upp, sér Q hér og þá sjáum við að ef við látum, eyðum þessi T út, látum S fara hérna, þá er það stærra þessum börnum, þá er það Q sem fer hingað og það verður síðan I sem færist hér, en þá myndast hóla hér sem er ekki hérna aftast. Það er ekki það sem við viljum fá, að þessi hólur inn á milli, við viljum hafa þess vel þjappað. Þá getum við sagt, hvað er bara færum þetta þá hingað, en það er ekki endilega á réttum stað þar. Þannig að það er engin sérstök venslu milli muniði mismunandi ættliða, ættflokka. Þannig að þetta leysir málið. Þannig að þá erum við komin til Max, búin að útfæra gagnrýningardina, allt málið búið. Skoðum hérna demo. Þess að hraðvirk bíómynd, maður... Nei, þetta er ekki þetta sem ég ætla að skoða. Akkur sýnir hún ekki neitt. Það er því að það er að stoppa þetta. Það er hérna binary heap. Við fyrst gerum insert S. Við setjum hérna aftast og núna þarf það að fljóta upp að við. Komið réttan stað. Nú gerum við remove max. Aftur, tökum næsta stakkið, færa það upp í staðinn. Og svo sígur það niður við. Aftur remove max, það sígur niður. Nú ætlum við að gera insert S aftur. Flýtur upp að við. Búið, fljótt. Þannig að þetta er rauninni allt saman varðandi þessa gagnagrind. Hérna er svona útfærslan á þessu þá. Rauninni þetta er bara umbúðirnar undir þann kóða sem við erum búin að sjá. Við erum hérna með fylki af þessum lyklum. Við erum með stærðina af fylkinu og smiðurinn einfaldlega bara býr til nýtt fylki af fastri stærð. Hérna er þetta haft af fastri stærð bara til að hafa þetta einfalt. En til að gera þetta production code þá myndum við vilja að þetta væri þá stakkarlegt fylki sem við getum gert á sama hátt við gerðum fyrir staflana. Is-MD er einfalt, er n.0. Insert og del max, það er eins og kóðin sem við sáum. Swim og sync er eins og við sáum. Eins sem var eftir að útfæra þessi hjálparfall hérna, less. Less það gefum við 2 vísa, I og J. Þá bara berum við saman stökin í hólfi I og stökið í hólfi J. Og gerum það með þessu compare to falli sem eru útfært að því að við útfærum comparable. Exchange er það bara standard líka til þess að skipta á 2 stökum í fylki. En þetta er allir kóðin, allir útfærslan. Og þá er þetta samantekt á þessu. Ef við notum þessar einföldu gagnagrindu þá erum við að borga þennan línulega kosta annarkvort í insert eða del max með 10. hrúu, þá náðu þessu niður í login. Síðan eru til flóknar útfærslur og það er undir mjög auðvelt að útskýra hvernig þessi næsta er. Diary heap er undir bara eins og hrúa, nema í staðan fyrir að hver hnútur hafi 2 börn, þá er hann með D-börn núna. Hverju breytir það? Það breytir því að hæðin á hrúunum breytist þá. Vegna þess að ef þú ert með diary tré, þá er hæðin á fullu diary tré er logrinum n með grunntölu
D, sem eru þá minni eftir því sem D verður stærra. Þannig að þá minnkar alveg þessi aðgerð hér, en á móti kemur að Delmax tekur meiri tíma. Af hverju? Vegna þess að við þurfum að skoða í gegnum öll börnin til að finna stærsta barnið, til þess að skiptast á við, þegar við gerum sync. Þannig að það eru þá D-aðgerðir á hverju lagi og fjöldi lag áfram þessi svo sami. Nú menn hafa síðan í teóríunni haldið áfram að þróa þetta nánar. Fyrir einhverjum 25 árum kom út, eða 30 árum held ég, kom út hérna Fibonacci-hrúgur sem ná þessum insert-kostnaði niður í konstant og Delmax áfram log n, reyndar bara að meðaltali, svo góðum Brodal Q, nær síðan þessum Delmax niður í worst case log n tíma. Þá maður komið með sama tíma fyrir Delmax en komið með insert tíman niður í konstant. Þetta þess að aldrei flóknari gagnagrind og í praxis hún kannski við felum hérna einhverja fasta, þannig að það ekki víst að þetta skili praktískum árangri nema fyrir einhverja óhemjun fjölda af stökum. Hérna enda góð spurning. Af hverju þetta útilokað að ná báðum aðgerðinu niður í konstant? Ok, melti það aðeins. Svo takk okkur eftir þessa slæði, takk okkur pásu. Þetta eru ýmis atriði sem þarf að hafa í huga. Við viljum geta treyst því að gildin á þessum stökum sé ekki að breytast með þeirri á forgangsbyrjunni. Þetta er það náttúrulega ruglast allt kerfið. Og til þess að leggja til að það séu það notaðir svona immutable gagnatök. En við þurfum að passa upp á undirflæði þegar að við reynum að eyða út úr tómri forgangsbyrju. Það einfalt að tékka á því. Í þessum kóða sem voru með ekki tékkað á því, en það bara eitt if-skilyrði. Samaskapið þurfum að tékka á yfirflæði ef við erum að setja inn mikið af stökum. Og þá leysum við það einfallega með því að nota svona resizable fylki. Hvað þetta amortized? Það amortized, já. Jú, þetta sko, það meðaltali yfir allar aðgerðnar, ef það deilust út á þessar aðgerðir. Munið þið hvernig þetta var með resizable stafla, við erum að meðaltali við erum að gera fáar aðgerðir, en síðan þegar við þurfum að gera resiza, þá það mikil tími sem fer í það, ekki sant? Þannig að við getum ekki lengur sagt að hver aðgerð taki lítinn tíma, bara deilt yfir allar aðgerðnar tíminn lítill. Það það sem við segjum að sem amortized. Það svona jafn dreift yfir þetta lítill. Þetta getur verið atriði stundum vegna þess að þegar við erum síðan að nota gagnrýnin, þá getum við stundum geta treyst í að hver aðgerð taki einhver takmarka tíma, þannig að við séum ekki að rugla það aðra funksjón í kerfinu, það sé bíða of lengi. Og upp á það að gera getur verið gott að sé versta fall alltaf hver aðgerð lítil. Til viðbótar, það auðvelt að breyta max-heap yfir í min-heap, það bara breytir maður samanburðunum less yfir í greater. Það líka tiltölulega auðvelt að útfæra aðra aðgerðir. Tökum sem dæmi til dæmis að við viljum breyta gildir á einum hlut, einu stæki. Hvernig færum við því að útfæra það með þessum aðferðum sem við erum með þegar? Setja það inn og láta það sökkva þar til að enda á réttum stað og það til góðum stað. Þú myndir láta það inn eins og verður að setja það inn, sko. En það þegar til staðar, sko? Já, það myndir maður sem sagt að ef maður ekki mikið að ef, sko. Ef þú myndir setja það inn að þá myndir það kannski, þú veist ekki, það er vel ekki ekki, sko. Það myndir það sökkva inn á réttum stað. Já, ég ekki að setja það inn, það þegar inn í fylkinu.
Já, en þá ertu raunin lætur sem svo þú sért að setja það inn. Ok. Myndir þetta eftir það. Já, það maður segja að þessi hugmyndin eins og það hafi verið settir núna, þannig að getur þurft að sökkva niður. En er það nóg? Nei, það er ennþá, það tekur alltaf bara sitt plás. Já, það þarf þá að vera gefin vísir á það í fylkinu, ekki satt. Þetta er ekki spurning að þurfa að leita að því, heldur að það sé gefið staknúmer I, nú vil ég breyta gildinu á því. Þannig hugsanlega geti það þurft að sökkva þá niður. Hugsanlega geti það líka þurft að ef það hækkar gildi, það getur hugsanlega þurft að fljóta upp á því líka. Eftir hvort að gildið hækkar, það getur þurft að fljóta upp. Ef það lækkar, það getur þurft að sökkva niður. Þannig að það er einfaldlega bara framkvæma aðra hvora aðgerðina eða báðar þessuna. Með sync og swim þá erum við þegar komið með leið til þess að útfæra þetta. Hvað með til dæmis að eyða stakki númer I? Aftur þegar ég gefið vísir í þetta stakk I, þú viltu eyða því út. Því út og sem tekur lægsta stakki og synkar því. Já, þú tekur lægsta stakki, það er þess að stakki sem er aftast í fylkinu, stingur þá inn og síðan lætur það sökkva. En er það nóg að sökkva? Geta ekki sökkið á öllu stað? Tökum svona dæmi hérna, segjum að við séum með eitthvað svona. Hvað ætli hann að gera? Jú, ég ætla að gera akkurat svona. Segjum að svo að ég vil eyða stakki númer 4. Stakk númer 4, þetta er 1, 2, 3, 4. Ég ætla að eyða þessu stakki hér. Þetta er ekki það sem ég ætla að gera. Segjum þessu svona, ok. Eyða stakki númer 4. Ok, það er auðvelt, eyða þessu út. Fínt. Tek þá eitthvað annað í staðinn. Hvað tek ég í staðinn? Ég tek þetta hérna að færa það yfir. 21. Ok, það fer 21. Núna er ekkert sync að gera því að það getur ekki farið neðar. En það getur þetta að fljóta upp á því. En myndi maður geta að gera þannig að við setja niður. Ég skildi það þannig, þá eins og þú veist að gera ykkur aðgerð þarna áðan. Það sem þú setur inn, lætur að setja það efst, og lætur að sökkva sér niður í hér. Já, en það var akkurat vegna þess að þá vorum við eyðu stakki númer 1, ekki sant? Já, ok, já. Ég eyði út þessu stakki, þess vegna let ég aftasta stakki fara þangað og síðan sökkva. En af því að þetta er ekki endilega komið upp í rótina, þá er ég ekki endilega nóg að þurfi bara að fara niður, getur hugsanlega þurft að fara upp líka. Bara þetta sem þurfa að vara ykkur við. Okay. En annars er þetta nákvæmlega sami hugmyndin. Það minnir svolítið á, eða þú með þarna kassa, setur þú kannski með 3 ára fyrst að tegja frá kúl. Já. Setur hún í kassan sem okkur kassan, ruglaði svolítið saman það og lóka. Já. Sem hristir kassan. Ok. Og síðan er spurning, hvernig þú vaknar kassi, hvernig er kúlan að ræða? Veistu það? Þetta er mjög merkild að þetta bara gerist. Þú meina að með litlar kúlur og stólukúlur? Já. Já. Þá er það stólukúlurinn að vera fyrir ofan? Merkilegt að þetta skulle vera og í heiminum sem við svipað. Já. Akkurat. Herðu, það er pása, 5 mínútur. Já, þið eru kannski ekki pásu. Ég leið alltaf áfram. Ok. Það fáið bara meira grátsjá hérna í nokkur viðbót. Behind every successful man is a woman, and behind her is his wife. I remember the first time I had sex. I kept the receipts. All right.
þá erum komin að röðunni, hrúguröðunni sem ég tala um. Hugmyndin er einfaldlega svo að við viljum fyrst við tökum stökin, búum til úr þeir hrúgu, gerum við fyrst hrúguröð og síðan tökum við hrúguna, eyðum stökunum eitt og eitt í einu, þar til við komum með raðarfylki. Trikkið er að við viljum gera þetta á staðnum, staðin fyrir að reyna að búa til nýja hrúgu úr því fylki sem voru með og síðan taka þau stök og kópíra í einhver annan stað, þá gerist þetta allt í þessu sama fylki. Við erum upphaflega með einhverja röð á stökunum og við viljum bara laga fylki til, þannig að það myndir svona hrúguröðun, eins og þessa. Og síðan færum þessi stök til, þar sem við tökum X-ið og færum það raunin aftast í fylkið til að sé komið réttan stað. Höldum áfram að ítrekað eyða stærsta stakinu en setja það réttan stað. Það er líka auðvelt að gera einfaldlega bara búa til nýja hrúgu og gera alltaf, með því að gera insert alltaf í sífellu og síðan gera delmax í sífellu. Það séum við að það er að raða með því að gera n-insert og n-delmax. Með n-delmax þá fær maður öll stökin í öfugri röð. Og það svarar spurninguna, af hverju er ekki hægt að gera þetta á konstant tíma? Það er ekki möguleiki að þú getur útfært báðar aðgerðirnar á konstant tíma, vegna þess að ef svo getur það, þá getur þú raðað n-stökum með n-samanburð, eða línuleg fjölda. Og við leitum jú út fyrir nokkru að við þurfum n log n tíma í fjölda samanburðar. Alright, þannig að það fyrsta sem við viljum gera er að búa til hrúgu. Taka stökin og gera úr því að hrúgu. Og það er kannski best að sýna það aftur með demói. Hvernig það gerist. Það sem við gerum er að við lítum svo á, við lögum þau stökin eitt og eitt í einu. Við tökum fyrsta innri hnútinn og lögum hann með við börnin hans. Börnin hans er í réttum stað með við sjálft sig, þau eru hrúgafstar einum og núna með því að laga þetta þá eru komið með hrúgafstar 3. Svona held ég áfram, tek næsta hnút, laga hann, nú myndar hann hrúgafstar 3. Tek næsta hnút, laga hann, aftur komin hrúgafstar 3. Nú ætla ég að gera þannig hnút nummer 2. Bæði undir trénu hans eru hrúgafstar 3. Það eina sem þarf að gera til að laga þessa hrúgafstar 7 er að laga staðsetninguna Ó. Við getum gert það með sync. Þannig við gerum eitt sync af Ó til að koma mánum við réttan stað og þá myndar þetta núna 3 af stærð 7 sem er hrúgurað. Í lokin erum við komið með þessi 2 undir 3, stærð 7 og stærð 3, einu sem er ekki réttur stað er rótin. Þannig að við gerum sync á rótina til þess að hún fer á réttan stað. Og þá erum við búin að mynda þessa hrúguröð. Okay. Hver er meginmunur á þessu og því sem það verður að ráða? Munurinn er sá að við byggjum þetta upp svona bottom-up, sem að segja. Við myndum þessi litlu undir tré og skeytum alltaf saman í stærri tré. Þar til við fáum einu stóra hrúgu. Í hinu þá er rauninni að bæta við einu staki til þess að fá þetta rétt lag. Og tímaflækinn við þessi bottom-up aðferð er minni. Þetta leið út og hún sé bara línuleg, meðan að ef við erum ekki n-insert þá er það n-log n tími. Síðan ætlum við að taka þessa hrúgu og umbreyta henni yfir í rétta röð og já, við ætlum að skoða kannski þetta demóni hérna aftur. Það sem við gerum er að
við framkvæmum svona rauninni eins konar delmax, við tökum rótina og setjum hana aftast í tréð og við það þá færist þessi aftasti hnútur er röngur stað, þannig þarf þá að síga niður. En við erum líka búin að minnka hrúguna eitt stað. Þannig að X-ið komið á réttan stað, það ennþá á þessum stað í fylkinu, en maður segja að sá hluta fylkinu ekki lengur í hrúgunni. Og svona gerum við þetta ítrekað. Aftur við færum efstastakið, færum rótana niður í þetta aftasta hólf. Við það stað komið á réttan stað í þessu raðaða fylki, hrúgan minnkar einn, við þurfum bara að laga hana með því að gera sync. Komið. Svona höldum við áfram, fyrir hvert stak fyrir sig. Færum rótana niður í aftasta stakið, lagum. Færum rótuna og lagfærum. Færum rótuna og lagfærum. Með sync. Róti niður og sync. Róti niður og sync. Róti niður og sync. Róti niður og búið. Þannig að þetta hrúðaferðin, hérna er þá kóðinn rauninni fyrir þessa fyrsta fasa sem byggir upp hrúguna. Við gerum endurtekið sync á þessa fyrstu N-hnúta í öfugri röð. Þannig rauninni gerum við sync á alla innri hnútana í öfugri röð. Við byrjum hérna á sync á 5, af því að þetta er síðasti innri hnúturinn. Hérna. Næst gerum við sync á 4, sync á 3, sync á 2 og sync á 1. Og lokum erum komið með hrúguraða tré. Eins og ég sagði, það er hægt að sýna fram á að þetta taki línlegan tíma. Ástæðan er svo að við erum að gera mjög fáa, þó við séum að gera N sync-aðgerðir og sync-aðgerð getur tekið langan tíma. Þessar fyrstu sync-aðgerðir að vinna miklu minni tré. Þetta er tré að start hæð einum, ekki sant? Þannig að við gerum bara 2 samanburði hér. Og akkurat hérna líka gerum við bara 2. Svo næsta lagi frá ofan. Já, þetta var hérna. Hérna eru 2, hérna eru 2, 2, 2, 2. Síðan næsta lagi frá ofan, þar erum við að gera 4 samanburði. 6 samanburði. Þannig að meðaltali er fjöldi samanburða línulegur. Þó að í lokin sé það að fara upp í lokan. Og þá er þetta hérna hinn kóðinn, í staðinn fyrir að skrifa þetta sem delmax aðgerð, þá er þetta bara gert svona. Við bara skiptum á rótinni og aftastakinu, minnkum fjöldastaka og framkvæmum sync-aðgerð. Og þetta er gert fyrir allan hnútana. Búið. Mjög stuttur og snyrtilegu kóði. Hann tekur ekki meira pláss heldur en þetta hér, nema við þurfum sync-aðgerðina, við þurfum ekki swim fyrir þessa heap-sort. Það sem hins vegar þeir breyta að fyrsta lagi importa þeir sync-hérna inn og gera þetta privat static aðgerð. Þannig að eina sem er public hérna er þessi sort aðgerð. Þeir líka breyta þessu þannig að í staðinn fyrir að byrja á hólfi 1 og fara upp í hólfi N, eins og við sagðum, sem við gerum þarna með gagnrýngrindina sjálfa, þá ætlar að fara þar aftur þess að gamla hugmynd að vinna frá 0 upp í N-1. Af hverju? Jú, vegna það fylki kemur á því formi. Það er til á hólfi 0 upp í N-1. Við viljum ekki þurfa að treysta á það að það sé viðbótarstaka þarna eða þurfa að hliðra þeim til einni og svo framvegis. Og það er nákvæmlega sömu reikningar, það er bara aðeins öðruvísi sem þarf til þess. Við getum séð það til dæmis með því að teikna bara tréð, þá myndi tréð lút svona, þá er það hólf 0, það er með hólfbörn 1 og 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og svo framvegis. Hver er núna venslinn?
Já, við sjáum að til að fá börnin, þá förum við K, fer frá upp 2K plus 1 og 2K plus 2. Og það þýðir að til þess að fá foreldrið, þá erum við akkurat að gera gólfið af K minus 1 desmut 5. Það er aðeins ekki snittilegir reikningar en ekkert mikið flóknari. Ok. Þetta er trace á þessu reikniti. Og þetta er unni samantekt á greiningunni. Það er hægt að sýna fram á heap-sorttaki, eins og ég sagði, 2n samanburði og skiptingar. Eða heap construction, það þýðir að það er bara seinni fasin sem skiptir máli. Og þær erum við að gera þessar synkaðgerðir. Heildarfjöldi samanburði er það bara 2 n log n og meira sem það er hægt að ná því frekar niður í n log n. Það segir okkur það að við erum komið með aðferð sem tekur n log n tíma í versta falli og er in place. Tekur ekkert auka pláss. Til samanburðar merge sort notaði mikið auka pláss. Quick sort notaði mikinn tíma í versta falli. Þannig að þetta sýnir okkur fram á að það er hægt að saman þetta bæði. Lágmarks pláss, lágmarks verstafallstíma. Það merkilega hins vegar er að þótt að þetta sé í rauninni besta mögulega aðferð á pappír, í praxis er það eiginlega voðalega sjaldan notað. Og það hefur með að gera þessi atriði sem við erum ekki að reikna með hér, sér í lagi notkunin á skyndiminninu. Ef við takið eftir þegar við förum upp í trénu, við erum kannski með hnútnúmer 3000, þá förum við næst í hnútnúmer 1500 og það er hnútnúmer 750. Og þessi staðir í minni, það er mjög langt á milli þeirra, ekki satt. 750 hérna, 1500 hér, 3000 hér. Tölvukerfi í dag er með mikið skyndiminni sem gengur út á að reyna að nýta sér locality. Það að þú ert yfirleitt að vísa í næsta hólfi hliðina er mjög nálægt. Þetta er akkurat brýtur lögmál. Og það er þess vegna sem þetta tekur í praxis lengri tíma. Ef hins vegar minnisskipulagið væri allt öðruvísi uppsett, það væri allt annar handleggur. Og það er ekki sem segir okkur að tölvur þurfi alltaf að vera með þetta minnisskipulag eins og það er hér í dag. Þannig að hérna er samantekt, þetta er eitthvað sem við viljið reyna að hafa á hreinu. Hver eru kostir og gallar mismunandi lausna? Það er mjög sjaldan þannig að það sé bara ein ákveðin lausn og hún gildi alltaf. Það er alltaf einhverjir veikleikar, einhver tilvik sem gera eina lausn mjög góða meðan að önnur tilvik gera aðra lausn betri. Við höfum séð hérna selection sort, insertion, quick, three-way quick sort, merge sort og lokum heap sort. Við höfum aðtöða hvort það taki lágmarkspláss in place, hvort það sé stöðugur. Það er eitt af því sem heap sort feilar á. Hver er því verstafallstímaflækjan? Það eru merge sort og heap sort bestar. Hver sé meðaltalstímaflækjan? Það kemur quick sort líka inn í. Hver sé bestafallstímaflækjan? Það kemur insertion sort mjög vel inn í. Og þannig að hver af þessum aðferðum hefur sín not, meira sem selection sort hefur ákveðin not. Hvaða not eru það? Akkurat. Það var lágmarka fjölda tilfærslna. Þá er þetta svo aðferð sem tryggir það að það sé bara n tilfærslur. Basically þá er það þannig að í praxis þá er þetta basically quick sort með insertion sort fyrir minni tilviki. Já. Bæðið stable sort, þá notar merge og insert sort fyrir minni. Já. Já. Og einstaklega tilvíkum að tala three-way quick. Það er svona meira raftum.
fyrir mismunandi umtaka. Já, þetta akkurat þannig, já, algengast það sem yfirleitt útfært merge sort með insert sort eða quick sort með insert sort fyrir lítill tilvik og hugsanlega þá three-way útgáfa líka. Ég held að það sé oftast í þessum kerfisútfærslum þá sé einhvers konar útgáfa því vegna þess að það það algengt að við viljum sem er mikið af stökum sem hafa sama gildi. Þannig að það fyrir mjög sérstök kerfi eða tilvik að við viljum nota aðra aðferð eins og selection sort og heap sort. En það til alveg ógrynni af röðun aðferðum. Við förum ekki hérna. Reyndar eigum eftir að fara í seinna. Í síðasta hluta námskeiðsins þá förum við í röðunaraðferðir sem byggja á því að nota gildin á lyklunum til þess að raða eftir. Svokölluð föturröðun og talningarröðun. Þá erum við ekki að nota samanburði lengur. En við fáum mjög ítarlega útfærslu á þessu röðunarverkefni. Það tekir svona lykildæmi. All right. Það eiginlega búin að tala allt sem skiptir máli. Ég ætla að taka hérna eitt áhugavert aukadæmi. En við erum að fá meira á grátsöfin okkar hérna. If you fall out of the window and break both your legs, don't come running to me. Þetta uppáhaldsfrasi minn, þetta varandi, það hafa prinsip, sem hann sagði, I have very strict principles. And if you don't like them, I have others too. Eða þetta varandi klúbba. Eins og hann sagði, I would not want to be a member of a club that would have me as a member. Hérna svona hermun á, þetta dæmi notkun á hrúgu, hermun á eindum í einhvers konar kerfi. Það sem við viljum gera að við viljum fylgja eftir þessum eindum sem hreyfast samkvæmt lögmálum eðlisfræðinnar og við viljum sýna hvernig það hreyfast með því að nota svona eins og bouncing ball simulationuna sem við höfum séð. En hérna þurfum við að taka með í reikningin að það síðan geta rekist á. Og við þurfum að geta tekað þessum árekstrum og við árekstrana þá breyta þær stefnu, fara í aðrar áttir og breyta líka hraða reyndar líka. Lykilatriði, hvernig förum við að því að tekka á því hvort það sé að rekast á. Nú, þetta hægt að geta verið líkan af alls konar eðlisfræðilegum líkunum. Þetta taka svona dæmi hérna harða diska sem eru jú einhvers konar eindir á hreyfingu og ýmis konar önnur lögmál hérna eðlisfræðina sem komi hérna við sögu. Og eðlisfræði alltaf meira komin í það að vera hermakerfi á tölvu heldur en gera raunverulega tilraunir. Við viljum fylgja eftir þessum punktum og við erum með þessa simulation lykkju þar sem að við hreyfum það bara til og frá. Ég færi það eitthvað til hver skipti, teiknum það bara nýtt og getum bara endurtekið þetta bouncing ball dæmi bara með fullt af svona bouncing boltum. Vandamálið það að hérna tekur ekki með reikningin árekstra. Og það það sem við þurfum að kanna. Það sem við tókum með hérna þegar við vorum með einn bolta var að við athugum hvort hann rekst á vegg. Og þá vorum við bara að rekast á við fastan hlut, það gátum við kannað á einfaldan hátt. En meira atriði þetta með hvernig við athugum hvort þessi að rekast á. Þá þurfum við að kynna okkar aðeins eðlisfræðina hvernig gerist það, hver áhrif þess. En aðalvandamál þetta tölvunarfræðilega verkefni, fyrsta lagi, hver á að athuga þetta? Hvaða bolti á að kanna hvort það sé að rekast á? En sér í lagi, hvernig forðustu það að gera ekki alltaf margar athuganir? Ef við erum með n-boltarhefingu og hver þeirra þarf að tekka sig af við aðra n-bolta,
þá ertu komið með enn í öðru samanburði sem þarf að athuga. Enn í öðru pör. Og eins og þið munið, eiginlega allt sem vex eins og enn í öðru of dýrt ef fjöldi bolta verður of mikill. Við þurfum að passa okkur við yfir svona hermun, þá brjótum tíman upp í einingar, nægilega litlar einingar til þess að það virki eins og þetta sé samfelldur tími, en nægilega stór til þess að við sé ekki of tímafrekt. Og þá sjáum við myndum þá gera það þannig að þegar boltar hreyfist áfram förum eitt skref, það eitt svona tímaskref, þá færir þeirra áfram. Næsta tímaskref, þá hann kannski komin aðeins svo langt, þá hann komin inn í næsta bolta. Þá þarf við að bakka tilbaka og finna hvert hann hefði átt að fara. Þá þurfum við að passa okkur varðandi þessi skref vegna þess að ef við erum með þegar tökum of lítil skref í einu, þá verður lykkjan alltaf tímafrek, en ef skrefin stór, þá getur þeir farið á hratt og farið bara gegnum hvern annan. Þannig að þeir eru komin framhjá þegar við erum lagsinn að fara að tekka þau, hvort við sé rekast á eða ekki. Þannig að þetta er svona ákveðin veikleiki á þessu kerfi. Það sem við viljum gera í staðinn að fylgjast eftir atburðum sem að gerast. Þessi árekstrar atburðum. Og við ætlum að nota akkurat forgangsbyrðu til þess að geyma mögulega slíka árekstrar atburði. Og þá rauninni næsti atburður sem gerist sá sem lægst gildi samkvæmt tímaásnum. Það það minn aðgerð sem við viljum gera til þess að finna næsta mögulega atburð. Og þetta þá eitthvað sem að þurfum að geta gleymt við, hvernig segjum við til hvort að hann kemur til með að rekast á vegg eða einhvern aðra einingu, og þegar það gerist þá þurfum við að glíma við það. Ef það verður árekstur þá þurfum við að uppfæra bæði hraða og staðsetningu samkvæmt lögmálum eðlisfræðinnar. Nú, þetta eitthvað sem tiltölulega ekkert mjög flókið að reikna, en það svona dálítið handavinnu. Til dæmis, hvað getum við sagt árekstur við vegg? Jú, ef við erum að ferðast samkvæmt einhverjum ákveðnum vektor, ákveðna átt, þá getum við fundið út úr því hvenær hann rekst á vegginn. Það fer eftir fjarlægðinni og líka eftir horninu sem það ferðast eftir. Og eins og ég segi, þetta ekkert flóknir útreikningar, það þarf að leiða út nákvæmlega hvernig þeir eru. Og líka hvað gerist með resolution, hvernig uppfærum við þá stöðuna. Já, eftir þeir rekast af vegginn, það einfaldlega bánsa bakk í öfuga átt. Þannig að það einu sem breytist að þetta lóðréttur veggur, þá breytist tilfærslan eftir x-ásnum, þannig að hún verður þá í öfuga átt. Og það eins og við höfum gert með boltana áður. Ef við eins og með 2 bolta, þá það aðeins meiri reikningar. Hvenær koma það til með að rekast á og hvað gerist þá? Og hérna eru jöfnurnar fyrir þetta. Þetta ekkert meiri háttar, en þetta svona smá handavinna. Og þetta allt saman raunin sem þið ættu að hafa séð í menntaskóla. Þetta tók einhvers svona eðlisfræði. Hvað gerum við þegar þeir rekast á? Jú, þá uppfærum við hraðavektoruna og þá notum við rauninni lögmál Newtons að skriðþungin alltaf varðveitist. Þannig að það þarf að varðveitast þá í báðar áttir. Og þetta hægt að reikna samkvæmt þessu formúlum. Það ekki pointið með þessu dæmi hérna. Pointið að þetta eitthvað sem við getum gert á auðveldan hátt. Það til formúlu fyrir þetta allt saman. Málið að reyna að spá fyrir þessa
árekstra og geta reiknað þetta á hraðvirknihátt. Þannig að þá erum við með þessar aðgerðir hérna, skilgreinum svona eind sem hefur ákveðna staðsetningu og ákveðin hraða, fastan radíus, ákveðin þyngd líka. Það geta haft breytilegan stærða á þessum eindum. Og aðgerðir til þess að færa það til og frá og teikna. En síðan þurfum við að geta spáð fyrir árekstur við einhvern ákveðna aðra eind, árekstur við lóðréttavegginn og árekstur við láréttavegginn. Og þá þurfum við að geta gleymt við það. Það er að segja hvernig á það þá að breyta stefnu, hvernig verður bánsið þegar það rekst á við þessa hérna eind eða þennan vegg eða hinn vegginn. Og þetta er kóðinn fyrir þetta samkvæmt þessum reglum sem að við sáum hérna á slæðinum undan. Hérna finnum við út í hvort það sé að rekast á tveir boltar. Og þetta verður þá niðurstaðan út úr hérna, þetta verður þá breytingin á hraðavektorunum sem gerist þegar þegar þessi tvær eindir rekast á. Þannig að kerfið er þá ein lykkja þar sem að við byrjum að setja inn alla hérna, við erum með þetta safna boltum og svo við erum að hafa þessa forgangsbyrjuð sem geymir alla mögulegar árekstra. Og við uppastillum þá með öllum þessum pörum. Og já, það er uppastillinu síðan þess að lykkja þar sem við finnum alltaf næsta mögulega árekstur. Þannig sem við með lágmarks priority sem er tíminn í rauninni. Það getur verið að sá event sé ekki lengur virkur, gildur, þá getum við falla bara að hunsa þann og halda það áfram. En ef hann mun gerast, þá getum við falla bara fært tíman fram að þeim tímapunkti. Þá þurfum við ekki að vinna í þessum skrefum lengur, heldur við þannig næsti tími sem skiptir máli. Það getur similar í sjálfu sér myndrænt þessa tilfærslu að þeim tímapunkti. Og þá uppfærum við hraðan á þeim eftir þennar árekstur og þurfum síðan að spá fyrir nýja mögulega árekstra út frá því og það myndar þá nýja atburði sem fara inn í forgangsbyrjunina. Nú, málið er að við erum þá bara að gera reikninga þegar við reiknumst á eða hunsa atburði sem gerast ekki. Og í heildina verður þetta miklu skilvirkara vegna þess að við þurfum ekki að bera okkur saman með alla mögulega aðra bolta. Við getum bara fundið þann sem að gerast næst í tíma. Og þá búið til þetta gagnumtæði hérna event til að halda utan einhvers konar mögulegan árekstur. Hann hefur ákveðin tíma, með vinnur á þessum tveimur eindum. Þetta er talning hversu oft þessi tveir boltar hafa rekist á. Og þá eigum við geta flett upp hérna, tekka á hvort hann sé lengur gildir eða ekki, hvort að þessar eindir hafa, já, við getum fundið út með því að hvort að þessar eindir í rauninni talningin á þeim hafi breyst í millitíðinni. Þannig að ef þeir komið upp árekstur í millitíðinni hjá öðru hvoru þeirra, að þá hefur talningin á þeim þar með breyst og þá getum við tekkað það með því að tekka núverandi gildi. Þetta er gildi þegar við bjuggum til þennan atburð. Þá er þetta skapalónið fyrir þetta spá og við fáum þessa heildarlykkju. Þannig að þetta er þá heildarkóðinn.
Og þá fáum við eitthvað svona kerfi. Og ég var nú búinn að taka þennan kóða af vefsíðunni. Þetta sem sagt til hérna sem undir context, collationsystem.java og particle.java. Og ég... Nei, ég held að ég bara gert það fyrir 2, sko. Það góð spurning hvað það sjálfsagt á að vera útilokað. En kannski, já, góð spurning. Þau hafa upplýstar tíma og svona. Já. En ekki reikna það út að, þú veist að... Það er eitthvað námið og bara skýtur. Ég meina, ef þú ert með 10 stafa nákvæmni, skilur, þá er það bara... Já. Það er... En ekki það, þú veist, það er ræðið svona hlutum, sem það hraði með hlutum, og þetta mála mist á svæðinu. Þetta er sem, hærri hraði, meiri líkur, stærri ræðið, meiri líkur. Og síðan ertu með línur, bara beina línur, sem sagt, við fórum fyrir línur. Það ertu raunum með hverjum tímapunkti, það er misgróðu tími. Þannig að þetta hoppar sem flötur sem það getur, sem það printar á hverju tíma einum, sem hoppar það eftir línunum, sem skarast svæðið, mismöndið, og þá veistu þú með eða. Og þá þarf inn á flötunum og sjöfum, það er umröðlega ástæðum. Já, þetta er eitthvað svona. Þetta er með svoleið sem það getur. Eitthvað svona, já. Því að þú veist náttúrulega með sko, vissan tíma, þá hreyfist hluturinn á tímaeiningunni. Já. Og þá skarar hann allan hlutin sem hreyfist á þessum tíma. Síðan ef þeir hlutir mætast og taka þetta space. Já, ég meina þú getur reiknað þetta fyrir einhverja 2 bolta. Ég meina, eiga þeir eftir að skarast eða ekki, sko. Þannig einhver tímapunktur þannig að þeir akkurat hitti og verða sama bolta. Staðið að líta á sem bolta, þá lítir maður á það sem gleti sem þú spanna á hverju tímaeiningu. Það má slíta það þannig. Og síðan framfættur ringin og síðan verður saman þessi tíma. Já. Þið lítið á þannig að ekki bara það að línurnar þurfa að skarast, heldur líka að þessar eindir þurfa að vera mjög nægilega nálægt hvort annar þannig að þessi minn en 2-faldur radius. Já, þetta er raunin bara það. Alright, herðu, en ég var búinn að hlaða þessu inn, það er gaman að kannski tekka á þessu hvernig þetta lítur út. Þannig að það er komin í þessu collision system, particle.java og við eigum síðan að geta sett inn hérna parameter, fjöldi hnúta, sjá hvað gerist. Sko. Þetta kannski hafa minni fjölda upphafi til þess að ég geta fylgst betur með hverjum fyrir sig. Það er náttúrulega miklu færri árekstrar. Svo er þetta hægt að breyta einhverjum stærðum hérna eins og þessum stærðin á þessum eindum, ekki satt? Simulation clock, retro events, nei það var þetta hérna sérlega að skoða. Sko hérna er búið til sko random particle sem er einhver uniform staðsetningu og líka einhvern uniform hraða á þessu bili hér. Já, það er að gera mismunandi massa. Já, prófa það. Frá 0 upp í 1. Prófa það.
Já, ok, þá þarf að, maður kannski, þú vilt kannski sjá það á radíusnum það eitthvað. Já, bara hvort að einu dýta hinn meira, sko. Ekki hafa þið réttur samræmi þá við radíusin. Þannig að láta radíusin vera svona háð. En við láta massan þá vera hvað? 50 sinnum radíus í öðru veldi. Ég sjáum að þetta verður mjög bjagað eftir þessum stærðum, sko. Það er engin grunn að myndi alveg nú. Ha. Ef það væri með 0 massa, sko, veit það ekki fara okkur í gegn. Já, þessar pínlitli fara náttúrulega alveg spæna henni meðan hinn er mjög hægfara. Heyrðu, það er gaman að skoða þetta. Þetta er allavega pointið með þessu var að sýna hvernig maður getur nýtt forgangsbifreiðar við að halda um áhugaverða hluti. Og það er reyndar hægt að nota þennan kóða hérna til þess að lesa inn skrár líka. Til þess það er vesen með að gera það innan úr Eclipse. En þið getur prófað þetta á þessu biljardskerfi hérna. Það er þess að billiard simulation. Eða hérna einhver Brownian motion, þá er með eitt stóran bolta sem er sýndur í rauðu. Marga aðra. Eða þetta er klassískt dæmi líka í eðlisfræði þar sem voru með einhverja eindir öðru megin og hverju líkinir á því að komist hérna út fyrir. Þetta er alltaf sömt. Sjáumst aftur á miðvikudaginn.